7. menningarvikan í Grindavík. Hvernig gekk hún fyrir sig? Hún búin að ganga alveg rosalega vel fyrir sig. Ég er afskaplega ánægður með hvernig til hefur tekist. Aðsóknin búin að vera fram að væntingum á flesta viðburði. Náttúrulega misjafnt eins og gengur að gerist en það er bara komið skemmtilega óvart hvað búið að vera, að því að það er svo mikið í boði, mikið framboð. Það kemur bara skemmtilega óvart hvað er rosalega góð aðsókn á þessa viðburði. Það er búið að vera fullt hús á mörgu viðburðum, í kirkjunni líka og í Kvikunni og víðar og þannig að og ég heyri það bara á þátttakendur sem eru með þessa viðburði. Þeir eru afskaplega ánægðir hvernig þetta hefur tekist. Þið eins og undanfarin ári eru svolítið mikið að byggja þetta á heimafólki en svo fáið þið til ykkar gesti víðar á landinu og jafnvel utan landsteina. Já, við erum svo heppin að fá framúrskarandi listafólk til að mynda frá Píti og Veinabæ okkar og voru svona samkrulli með tónlistafólki hérna í Grindavík og víðar. Og það voru afskaplega skemmtilegi tónleikar og svo náttúrulega Jón Ólafs og Gunnar Þórðars hérna í tónlistaskólanum og gaman að fá svona framúrskarandi listafólk í fremstu röð en það er rétt, uppistaðan er mikið til heimafólk og það er svo gaman að hvað er mikil gróska og við erum afskaplega stoltið hérna í Grindavík að Grindavíkur bær tók í fyrsta skipti þátt í svona þjónustukönnun sveitarfélaga og þar kemur til að mynda ljós að ánægja með menningarlifi hvergi meður á landinu í Grindavík og menningarvikana og virkilega stóran þátt í því og líka þegar mælingi fór fram í fyrra þá náttúrulega vorum við með að halda upp á 40 ára kaupstaðarafmæli og við gerum það svona jafnt og þétt allt árið og það segir okkur að menningarlífi hérna í Grindavík er á mikill uppleið. Lífið er meira en saltfiskur í Grindavík. Já, það er nú fræg heimildaminn sem var gerð hérna fyrir 40 ára síðan, rétt rúmlega það, Fiskur undir steini og þessi mynd hefur nú svona svolítið setið í Grindvíkingum síðan þá. Maður ekki Grindvíkingar sem urðu mjög móðgæðir en þetta hefur kannski bara verið einhver ámenning sem að Grindvíkingar þurftu að fá á sínum tíma og þeir hefa og Grindavíkur bær hefur eiginlega bara blómstrað menningarlega séð núna í seinni tíð og Grindvíkingar er löngu búin að fyrirgefa þessa heimildamynd og það er einmitt viðburður hérna Sjórænum síkáta sem er búin að vera undanfarin ár sem að leikskólakrakkar standa fyrir sem að þeir kalla Fiskur undan steini og ég held að það rammi bara svolítið inn hvernig samfélagið er orðið í Grindavík. Þetta er mjög menningarlega sinnað bæjarfélag. Það er líka þekkt fyrir náttúrulega að vera fremstur í íþróttum og þetta er náttúrulega sjávarútvegspláss sem að gerir þetta svolítið með trompi að maður kannski segja að menningarvikan sé bara svona svolítið ángi að þessari gömlu vertíðarstemningu. Það er bara tekið með trompi hérna viku. Þetta er bara alvöru stemning í eina viku, svona alvöru vertíð. Þetta hlýtur bara að vera jákvætt til bæjarbæinn að halda svona menningarviku og svona kannski brjóta þessu upp dimman veturinn. Já, einmitt. En svolítið hentugur tími, marsmánuður. Það er svona einhvern veginn svona undanfæri sumarsins, svona smá vor í lofti og við erum síðan fyrst allra bæjarhátíða á landinu yfirleitt þá með Sjórænum síkáta. Þannig að þetta er svona góður tímapunktur finnst mér og svona upptaktur fyrir það og Sjórænum síkáti er náttúrulega búin að skipa svona fasta sess í menningarlífinu líka. Og þar ætlum við að reynda að vera með svona ákveðna nýjungar í sumar sem ekki verið með áður, eins og alltaf að reyna að þróa okkur áfram eins og með menningarvikuna því að við fórum þá leið núna að vera með svona fjölmenningarlegt yfirbragð á henni og það hefur líka tekist vel þannig að við byrjum aðeins á því fyrra, tókum næsta skref núna og þannig að við erum alltaf að reyna að gera betur og fylgjum allar góðar ábendingar hvað hægt er að gera betur á milli ára. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum.